Vilhjálmur Þorsteinsson, kjósvel. Já, formaður og góðir ráðsmenn. Ég ætla nefnilega líka að taka undir með Illuga. Mér finnst hann vera með góð rök fyrir máli sínu. Þetta hefur virkað í Danmörku að hafa þetta ákvæði inni. Þetta var náttúrulega sett inn 1953 að þriðjungur þingmanna gæti sendt mál í þjóðaratkvæðagreiðslu og þar hefur hefðin síðan orðið svo að þetta nánast ekkert notað. Og Danir hafa einhverjum ástæðum þróað með sér töluvert öðruvísi pólitíska menningu, ef svo má segja. Þeir eru vanari minnihlutastjórnum en við og svo framvegis, og ég veit ekki hvort að þetta myndi virka eða vera notað með sama hætti á Íslandi eins og þar, og hef svo allar áhyggjur af því að það yrði notað öðruvísi hér. Ég myndi fyrir mína part að styðja það að þetta færi burtu með þriðjung þingmanna, en þá væri kannski á móti hægt að leggja til að 15% í annarri málsgrein það lækkaði eitthvað niður kannski til samræmis, ef svo má segja. Þannig að það þyrfti þá eitthvað færri en 15% kosningabæra manna að fara fram á þjóðaratkvæði sem svona gagnvægi. En að sjálfsögðu það auðvitað alltaf þannig að ef að mál á að eiga möguleika að komast í gegnum þjóðaratkvæði þá þurfa, miðað við segjum 80% kosningaþátttöku, þá þurfa auðvitað 40% allra kosningabæra manna að vera á því máli. Þannig að auðvitað ekki hægt að fara með þessa tölu allt og langt niður, en það verður nú allavega eitthvað hlutfall þeirra sem ætla að samþykkja málið að vera tilbúinir að styðja það með undirskrift sinni. En svo ætla ég að segja hérna með aðra grein þjóðarfrumkvæði. Þetta er náttúrulega svolítið spurning hvernig þetta er orðað. Þá er það 10 af 100 kjósenda sem geta lagt frumvarp tiltekið málefni fyrir Alþingi til þinglegrar meðferðar. Og það er í stjórnarskrá fleiri landa, til dæmis í þýsku stjórnarskránni er svona right of petition, ég veit nú bara, man ekki svipum hvað það heitir á þýsku fyrir Þorkel, en þar geta kjósendur sem sagt sendt þinginu erindi eða bæna skjöl, og þjóðverjarnir eru með sérstaka nefnd í þinginu sem að tekur á móti slíku og svarar, þannig að fólk fær þinglega afgreiðslu, svo má segja, á sínum erindum og fær þá rökstuðning fyrir því að hverju þingi er ekki tilbúið til þess að styðja ákveðið mál. Og ég held að við ættum að huga að því hvort að eitthvað slíkt ætti heima, jafnvel til viðbótar við þetta sem hér er. En svo er orðalagið þannig, þriðjungur þingmanna getur ákveðið að bera frumvarpið undir þjóðaratkvæði áður en það er afgreitt á Alþingi. Og samkvæmt orðana hljóðana þá er þá bara verið að tala einhvers svona ráðgefandi þjóðaratkvæði sem að menn hafa svo hliðsjón af þegar þeir afgreiða málið frá Alþingi. En ég hef nú grunum að það sé ekki meiningin, en allavega mér finnst að orðalagið geti skilist þannig. Það er meiningin að þetta sé ráðgefandi. Þannig að, þannig að allt í lagi þá er það bara þannig sem að þetta á að skiljast. Þannig að þingmenn bara einfaldlega taka tillit til niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Það er kannski þá bara í góðu lagi og það sé þá, mér fannst það ekki heldur alveg skýrt af greinargerð. En ekki fleira vildi ég segja, takk.